Góðan daginn kæru félagar og verið velkomin á kynningarfundin okkar innleiðingu styttingu vinnuvikunar í vaktavinnu. Við erum með svona fundaherferðir í dag eins og þau kannski séu og fólk getur valið tíma eftir því sem að þeim hentar en núna á að fjalla vaktavinnuna. Ef einhver sátu fundin áðan en líka kannski bara svona almennt að þá er stóri munurinn á því hvernig innleiðingin á sér stað varðandi vaktavinnu samanborið við dagvinnuna sá að í dagvinnuna á fólk að finna leiðina saman á vinnustaðnum að því að nýta tímann betur þannig að það sé hægt að stytta vinnuvikuna en það kemur skýrt fram í kjarasamningi varðandi vaktavinnufólk að vinnuvikan er stytt úr 40 stundum í 36 og svo er möguleiki á að stytta enn frekar sem að fer þá eftir vinnutíma fólks, hvort það sé unnið kvöld og helgar og svo framvegis. Þannig að það er ágætt að hafa þetta í huga af því að þetta getur virkað ruglingslegt þegar það er svona mismunandi fyrirkomulag. En við munum auðvitað fara líka yfir það hérna á fundurum og það er góð ástæða fyrir því. Við hefðum auðvitað gjarnan vilja hitta ykkur í eigin persónu og fá að eiga þetta samtal í sameiningu og það stóð til að halda stóran fundum þetta í september en vegna veirunnar að þá þurftu auðvitað að breyta þeim plönum og hefur kannski seinkað aðeins af því að við ákváðum að gera eins konar myndbönd. Við vildum koma reynslusögunum á framfæri með þeim gestum sem við myndum annars hafa boðið til okkar á slíkt málþing eða þannig fund. Og í staðina þá fórum við bara í ferðalag að hitta þetta fólk fyrir og byggum til myndband sem við ætlum að sýna ykkur hérna eftir. Þetta er aðeins svo stuttur þáttur, kannski lengra heldur en þessi hefðbundnu samfélagsmiðla myndbönd sem þið hafið séð. Þannig að dagskráin í dag er svo að fyrst horfum við saman á þetta myndband og svo í kjölfarið mun Dagný, lögfræðingur BSRB sem er líka fulltrúi okkar í verkefnastjórn og sem er fyrir stýrihópinn vaktavinnu. Þetta er allt mjög flókin heiti en það má segja að þetta er hópurinn sem er fulltrúar launafólks og atvinnurekenda eru saman við að innleiða þessa stóru kerfisbreytingu sem að vaktavinnan er. Og svo þegar hún er búin að fara yfir sína kynningu að þá munum við taka við spurningum og þið miðut endilega byrja á að senda þær inn bara eftir því sem að það er kvikna hugmyndirnar hjá okkur og þá er mjög mikilvægt þegar þið sjá að þið kíkja á tjatti að þá er svona fellilisti og þið velja all panelists og attendees til þess að allir sjáu spurninguna. En svo þetta ef þið viljið að eitthvað svona farið kannski bara til okkar panelistana þá haldið ykkur við þar. En það er ágætt að allir sjáu spurningarnar og þá getum við svarað þeim hérna á eftir. En þá ætlum við bara að kíkja á myndbandið. Í kjarasamningum voru 2020 þá var samið miklar breytingar á vinnutíma vaktavinnufólks og breytingar verða þá gerðar á vinnufyrirkomulagi en líka því hvernig launin eru reiknuð út. Og með þessu þetta meginmarkmiðið að stórbæta starfsumhverfi vaktavinnufólks og mæta ákallið þeirra betra skipulag á vinnutíma. Vinnuvika vaktavinnufólks fer úr 40 klukkustundum í 36. Þessi breyting gildir fyrir allt vaktavinnufólk. Fyrir vaktavinnufólk sem vinnur utan dagvinnutíma helgar og á nóttunni er möguleiki á að stytta vinnuvikuna enn frekar eða allt niður í 32 stundir. Breytingarnar verða gerðar án launaskerðingar en breytingar verða á launasamsetningu og launamyndun vaktavinnufólks mun taka mið af fleiri þáttum en áður. Hefur ítrekað verið bent á það að vaktavinna sé heilsuspillandi og vaktavinnufólk hefur gjarnan valið sér að vera í hlutastarfi, hefur ekki treystið til þess að vera í fullu starfi og hafa kallað eftir því í mörg ár að það sé viðurkennt að 80% vaktavinna jafngildi 100% starfi. Og það má segja að með þessum kjarasamningum að þá hafi það náðst allavega fyrir vaktavinnufólk sem er með hvað þyngstu vaktabyrðina. Lengi hefur verið vitað að vaktavinna, sérstaklega þegar unnið er mikið á nóttunni, er hættuleg heilsunni. Vaktavinnufólk er líklegri en aðrir til að fá ýmsa sjúkdóma og svefn og heilsa er almennt verri en hjá starfsfólki í dagvinnu.
Þá vaktavinnufólk í sérlega slæmri stöðu þegar kemur að því að samþætta atvinnu og fjölskyldulíf. Vegna þessara þátta var ljóst að ganga þyrfti lengra í styttingu vinnuviku vaktavinnufólks heldur en gert hjá dagvinnufólki. Það hafa tilraunaverkefnin sem gerð voru á vaktavinnustöðum sýnt fram á. Já, það svo sem komu til okkar að fá að taka þátt í þessu verkefni og með því gátum við fært okkur af því að vinna 12 tíma vaktir og fórum yfir í það að vinna 8 tíma vaktir sem var svona stærsta breytingin fyrir okkur að vera styttra í vinnunni í einu og geta verið þá meira heima við og tekið þátt í okkar fjölskyldulífi á milli vakta. Breytingin var það að við getum farið sinnt annarkvort áhugamálum eða fjölskyldunni eða annað meðfram vöktunum núna, að við vinnum að skarast miklu betur við fjölskylduna, að geta tekið þátt og það sé ekki þannig að maður hitti ekki fjölskylduna heilu og hálfu dagana eða vikurnar. Það var náttúrulega mjög spennandi að sjá auka frítíma hjá okkur á vaktarskýrslunni þegar við byrjuðum í þessu tilraunaverkefni. Fyrst vissum maður kannski ekki almennilega út í hvað maður væri að fara en fljótlega þá var þetta mjög skýrt að við værum að fara að fá bara auka frítíma. Ég og sambýlismaðurinn minn eigum 2 börn og hann vinnur líka vaktavinnu og mjög erfitt oft að púsla saman 2 í vaktavinnu með 2 börn. Þannig að sjálfsögðu kom þetta sér mjög vel inn á heimilið að ég fengi þarna auka frítíma og þá bara minni pössun og meiri tíma með börnum. Þegar við innleitum styttingu vinnuvikunar þá fengum við töluvert meiri tíma, meira svigrúm til þess að vera með fjölskyldunni og gera hluti utan vinnutíma heldur en var áður. Annars var þetta bara, þegar maður var að vöktum, þá var þetta svolítið bara vinna, sofa, borða. Bara rútína í 5 daga. Ég var með lítinn strák þá, þegar ég byrjaði að vinna eftir fæðingarorlof, þá voru 12 tíma vaktir, svolítið langt að vera í burtu frá fjölskyldunni svona langan tíma. Byrjaði þetta þegar hann var 2 ára og þá var það töluvert mikill munur fyrir mig. Ég náði ekkert eiginlega hitt hann, bara kvöldin þegar hann var sofnaður. Ég fór bara að nota tímann í að gera eitthvað sem er skemmtilegt, sinna áhugamálum. Það verður miklu meira úr deginum, menn ná að afkasta meira, það er meiri, menn eru glaðari. Ég held ég sé alveg marktæka mun þar. Já, ég sem kona, þá sé ég bara mikinn mun á að vera jafnvel með lítil börn á þessu kerfi, en minni möguleika á hinu kerfinu, þar sem að það er mjög erfitt, til dæmis með brjóstabörn og annað á hinu kerfinu. En þetta býr upp svo miklu meiri möguleika. Með 8 tíma vaktirnar þá svo mætir maður kl. 7 á morgnana, búinn 3 á daginn og þá allur dagurinn eftir með fjölskyldunni eða áhugamálunum. Sjálfur er ég í hestum og geta að fara í hesthúsið eða í sundlaugina eða skokka með Ritter og Rósu sem er hlaupahópurinn á Ísafirði. Þannig að þetta er allt annað líf. Svo konan sagði líka þegar maður komum á 8 tíma vaktir þá fór maður að taka þátt í fjölskyldulífinu. En maður er ekki streittur, náttúrulega streittur og maður betur fyrir kallar að takast á vaktina. Maður er að mæta í 8 tíma vakt, ferskur alveg til að standa 8 tímana. Mórallinn líka, hann menn eru ferskari, hressari við að þegar vinnutíminn er ekki 8 tímar í senn. Eiginlega þegar menn eru þreyttir og verða jafnvel pirraðir að standa 12 tímana, það kemur þetta niður á andlegri líðan. En margar vaktavinnustéttir, ekki síst þær sem í almannaþjónustunni, að vinna erfið störf og stór hluti þeirra hefur kosið sér að vera frekari hlutastarfi heldur en fullu starfi. Þessar breytingar sem verða innleidda núna með styttingu vinnuvikunar, þær eiga hafi för með sér að það sé auðveldara fyrir fólk að vinna í hærra starfshlutfalli heldur en áður. Þegar vinnutímastyttingin tekur gildi verður öllum starfsmönnum í hlutastarfi boðið að hækka starfshlutfall sitt sem nemur vinnutímastyttingunni og vinna þannig sambærilegan tímafjölda á áður. Laun þeirra sem gera þetta munu hækka, í sumum tilvikum umtalsvert. Þetta mun leiða til þess að ævitekjur og á endanum lífeyrisgreiðslur vaktavinnustétta, ekki síst kvennastétta, munu hækka. Það er álag í þessu starfi
sem við erum í og 100% starf þá ertu alltaf í vinnunni, finnst fólki og okkur, ég er í 80% og mér finnst bara alveg nóg að taka það og ef að ég hef tök á þá tek ég aukavakt til að hífa upp launin en það náttúrulega eykst álagi á mann þar af leiðandi. En þetta er aðalega það að álagið er mikið og það helst enginn í starfi ef hann er í 100% starfi alltaf, alla daga. Þetta er skemmtilegt, ég er ekki að tala þetta starf niður. Þetta er mjög skemmtilegt og gefandi en á stundum getur það verið álag og ég heyri þetta alveg hjá fleirum að álagið og ég held að sé enginn hjá okkur í 100% starfi, ekki af sjúkraliðum. Í vor þegar að þetta gengur í gegn í maí þá hef ég hugsað mér að halda bara mínum vöktum, þessum 4 vöktum í viku og fá hærri prósentu útborgað. Þegar stytting vinnuvikunnar tekur gildi, þá ætla ég að hækka starfshlutfallið hjá mér, vinna sömu vaktir en fá hærra borgað. Stytting vinnuviku vaktavinnufólks mun taka gildi 1. maí 2021. Styttingin er gerð með miðlægum hætti og verður útfærslan eins hjá öllum vinnustöðum ríkis og sveitarfélaga. Undirbúningur er í fullum gangi og haustið 2020 verður lögð áhersla á að fræða bæði starfsfólk og stjórnendur það sem framundan er. Líklegt er að í einhverjum tilvikum þurfa að breyta vaktakerfum, dreifa vaktabyrði með öðrum hætti, breyta lengd vakta og fleira. Æskilegt er að það fari fram samtal á vinnustað það hvernig best fara saman þarfir starfseminnar og starfsmanna. Fyrir 15. janúar 2021 eiga stjórnendur að bjóða starfsfólki sínu sem ekki er í 100% starfi hækkun á starfshlutfalli sem nemur að minnstakosti styttingu vinnuvikunnar. Þegar vinnutími vaktavinnufólks er styttur þarf eftir sem áður að manna starfsemina á sömu tímum og áður. Þess vegna skapast svokallað mönnunargat og standa vonir til þess að hlutastarfsfólk sé tilbúið að vinna svipaðan tímafjölda og fyrir styttingu og njóta þar með hærri launa. Starfsemi á vaktavinnustaða er fjölbreytt og vaktakerfin eru ólík líka. Þannig að það hefur frá upphafi verið skýrt að stytting vinnuvikunnar á ekki að leiða til þess að laun lækki og nýja kerfið er sett upp með þetta sem skýrt markmið. En vaktavinnuhópar eru líka mismunandi, svo núna er unnið að því að greina þarfir þessara ólíku hópa og hvernig megi tryggja að launin lækki ekki. En það þýðir ekki að það breytist ekki neitt í skipulaginu. Mögulega mun vaktskráin til dæmis taka breytingum. Fræðsla til starfsfólks. Kemur hljóðið með? Gleraugun. Það á ekki að vera úr þessum, sko. Fræðsla. Jú, það ekki. Hvað við gerum bara hér? Kemur þetta hérna þessar skjá, sko? Já, skrítið. Mjög skrítið. Þetta er skrítið. Get ég ekki séð Þetta svona. notes? Nei, ekki. Þetta svona. Nei, ég get þátt mína bara. Afsakið, það eru smá tæknilegir örðugleikar hérna. Já, þess að ég var búin að ég var búin að taka upp
einhverjar glærur á þessum glærum. Ég að endurnýta þetta bara tímans vegna og maður sé ekki alltaf að gera það sama aftur og aftur. Ég var búin að taka upp hljóðið, sem sagt, af því að við erum að vinna svo mikið af kynningarefni fyrir verkefnið, vaktavinnuverkefnið. En ok, ég held að þetta sé komið í lag. Þannig að við getum bara að byrja. Ég ætla að fara bara í stuttu máli yfir vaktavinnuna og styttinguna þar og svona, fyrst og fremst að fókusera á feril innleiðingarinnar. Það er eitthvað rosa skrítið byrjað. Já, ok. Nei. Úps, afsakið. Hvor músin er það? Það er ekki þessi, það er þessi. Já, ég get notað bara pílunar. Við það skrunhjóli ef að músin er niður. Já, ok. Músin var örugglega ekki þarna. Já, það er svolítið mantran þessa dagana. Það verða að vera tæknilegir erfiðleikar á fundunum. En já, afsakið þetta. Ég held þetta sé samt að þetta hjá okkur núna. Ok, hér sjáum þið svona í stuttumáli ferilinn á innleiðingu vaktavinnu breytinganna. Og þær munu taka gildi 1. maí 2021 og þannig að það svona fer að styttast í það. Fyrsti fasinn, við erum eiginlega í honum núna, það er undirbúningsfasinn. Það fer fram fræðsla til starfsfólks, stjórnenda og annarra haghafa. Og við sjáum fyrir okkur að hausti verði nýtt í þetta að mestu leyti. Við söfnum öllu saman á betrivinnutími.is. Sonja minntist á áðan að ég sitt í verkefnastjórn fyrir hreyfist þetta bara sjálfkrafa. Svona. Já, það er eitthvað sjálfstæði vilji í þessu PowerPoint, ég þarf eitthvað að laga þetta fyrir næsta. Allána, verkefnastjórnin. Hún er í raun og veru starfar það fyrir alla, það eru launagreiðendur, allir opinberir, ríki, borg og sveitarfélögin og svo öll bandalögin og félag íslenskra hjúkrunarfræðinga. Og það er aðeins byrjað að koma inn fræðsluefni á betri vinnutími og svo bendi ég ykkur líka á vefinn styttri.is sem að BSRB var opnað núna bara fyrir örfáum dögum og þar er líka fullt af fræðsluefni. Og svo verða líka námskeið og það verður fyrir tiltekna hópa. Það mun kannski svona fyrst og fremst fókusera á vaktasmiði, stjórnendur og slíka hópa og þá erum við að tala um fræðslu á kerfi en það getur alveg vel verið að það verði samt líka fyrir trúnaðarmenn og starfsfólk. Og mikilvæg dagsetningar í þessu samhengi eru 15. janúar og 1. maí 2021. Og fyrir 15. janúar þá er starfsfólki hlutastarfi boðið hækka starfshlutfallið að minnstakosti það sem nemur styttingunni og 1. maí 2021 er gildistaka breytinganna. Hérna sjáum við ferli, þetta er svona svipuð mynd og er í dagvinnunni líka sett upp í ferli, nokkuð skref og það er í raun og veru forstöðumaður eða stjórnandi sem ber ábyrgð á því að setja þetta í gang og það er æskilegt að hann fundi með sínum stjórnendum, með milli stjórnendum og svo hefst þá greining á starfsemi, hvernig er mannað, af hverju, skipulag vakta, hver er þörf starfseminnar og starfsfólk á einnig í þessum fyrstu skrefum að fá fræðslu. Grundvallaratriði í þessu eru þessi svokölluðu umbótasamtal. Eins og Sonja kom inn á, þá eru þessar breytingar gerðar með miðlægum hætti. Það verða eins fyrir allt vaktavinnufólk og það er ekkert val í sjálfu sér eins og í dagvinnunni, það sem á að stytta og svo verður atkvæðagreiðsla og svo framvegis. En það þýðir samt ekki að starfsfólk taki ekki þátt í þessu ferli og þessum fasa.
og kannski stærsti pósturinn í því eru þessi svokölluðu umbótasamtöl og þau eiga að fara fram á hverju vinnustað fyrir sig. Markmiðið er að greina sem sagt, í sameiningu þá stjórnendur og starfsfólk þær breytingar sem þarf að fara í til þess að forsendur kerfisbreytinganna, stytting vinnutímans og nýja launakerfið náði fram að ganga. Og forsendurnar eru meðal annars að starfsfólk og hlutastarfi hækki starfshlutfallið, að vægi yfirvinnu minnki og auðvitað líka að ný vaktakerfi eða þá breytt vaktakerfi verði sett upp með öryggi starfsfólks og heilsu að leiðarljósi og jafnvægi vinnu og einkalífs. Vinnustaðirnir eru auðvitað mjög mismunandi og þetta samráð má alveg útfæra með ólíkum hætti og það fer bara eftir aðstæðum á hverju vinnustað fyrir sig. En það er mikilvægt að áður en að þetta fer í ganga það sé búið að greina þarfir starfseminnar og líka sýn starfsmanna. Af því að það eru auðvitað í flestum tilvikum starfsmenn sem eru langbest til þess fallnir að svara því hvernig vinnan er unnin og hvernig eru toppar starfsemi og svo framvegis. En það getur verið að það þurfi að breyta vaktakerfi, lengd vakta, skiptingu vakta milli starfsfólks og svo framvegis. Þetta er allt einhver atriði sem maður þarf að fara yfir í þessu samtali og finna það út úr í sameiningu. Og það má finna kynningarefni sérstaklega þetta á betrivinnutíma.is. Og við gerum ráð fyrir því að þetta fari að hefjast fljótlega, allt þetta innleiðingarferli fór aðeins seinna af stað heldur en við höfum gert ráð fyrir og það er auðvitað bara þekktar ástæður fyrir því, einn heimsfaraldur. En já, ef við tölum aðeins aukið starfshlutfall hlutastarfandi, þið sáu þarna á viðtölunum við sjúkraliðana í myndbandinu að þær höfðu báðar áhuga á því að hækka starfshlutfall sitt þegar styttingin tekur gildi. Og það er akkurat það sem við viljum sjá fyrir hlutastarfsfólk. Þetta ástæðan fyrir því að vaktavinnufólk í mjög miklu mæli, það bil 70% hjá ríkinu til dæmis, er í hlutastarfi, er að það er einfaldlega bara allt og erfitt að vera í fullu starfi. Þá er það hvíldartímabrot og álagið bara allt og mikið og það er ómögulegt að eiga fjölskyldu eða félagslíf samhliða því. En við teljum að með styttingunni þá verði mun auðveldara að vera í fullu starfi, allan svona nær því að vera í fullu starfi heldur en áður. Þá auðvitað hækka tekjurnar og það getur alveg verið umtalsvert. Og í þessum breytingum felst réttur til þess að hækka starfshlutfall og það er þessi dagsetning 15. janúar. Stjórnendur skulu bjóða hlutastarfsfólki að hækka starfshlutfallið sitt. Þannig að við erum þá að tala svona 10–12%. Í einhverjum tilvikum getur kannski verið í boði að taka meira en þetta er svona meginlínan sem að verður í þessu og það er bara það sem nemur þessari vinnutímastyttingu. Og hérna er þetta svona í örstuttu máli tekið saman. Þið getið þetta fundið fræðsluefni efnisþætti breytinganna, þessar nýju þætti eins og vaktahvata og vægi vinnuskyldustunda og fleira inn á til dæmis inn á bsib.is er kynningarefni fyrir kjarasamninga og svo líka inn á betrivinnutíma.is og styttri.is. Þetta bara er út allt eiginlega. Og við náttúrulega munum keyra mjög stíft á þetta á næstu vikum og svona út árið að koma öllum í skilning hvað felst í þessum breytingum og reyna að eiga bara í mjög virku samtali við okkar aðildarfélög og félagsmenn. Já, þannig að grunnbreytingin er sú að vinnutími styttist í 36 tíma og það gildir bara flatt yfir alla og það er auðvitað miðað við fullt starf, bara svo það sé tekið fram. Það er hægt að stytta meira, alltaf 32 stundum. Það er fyrir það vaktavinnufólk sem vinnur utan dagvinnutíma og svona langmest vægi hafa tíma sem unnir á nóttunni.
Og þetta allt gert bara út frá öryggi, heilsu og jafnvægi vinnu og einkalífs og það er í raun og veru leiðarljósin sem er gegnumgangandi í öllu nýja kerfinu að þetta sé allt sett upp með þeim hætti. Og við vonum svo sannarlega að fólk finni fyrir því. Og mér fannst til dæmis ofboðslega gaman að sjá þessi viðtöl eins og við lögreglumennina og þarna sjúkraliðann á Akranesi, Telmu, að hvað þau segja skýrt að þau hafi fundið mikinn ávinning af þessu, til dæmis varðandi fjölskyldulíf og fleira. Bara aðeins forsendurnar, það er bæði launagreiðendur og samtök launafólks hafa ákveðna forsendur fyrir þessu. Fyrir launagreiðendur þá skiptir máli að dregið verður kostnaði við yfirvinnu og að starfsfólk í hlutastarfi hækki við þessi starfshlutfall. Og það er auðvitað út af því að þegar við þegar við styttum vinnuvikuna í vaktavinnu þá þurfum við að samt sem áður manna starfsemina og í flestum tilvikum bara nákvæmlega sama tíma og með sama mannfjölda og áður. Og þá skapast þetta mönnunargat og við viljum ekki að það sé fyllt með yfirvinnu. Heldur viljum við annaðhvort að það sé þá fyllt með því að nýtt fólk sé ráðið til starfa eða þá að starfshlutfall hlutastarfsfólk verði meira. Og forsenda okkar, launafólks megin, er einmitt þetta líka, hlutastarfsfólki eigi þennan rétt, að þetta sé ekki þá val stofnunarinnar það hvort eigi að fara í nýráðningar eða hækka starfshlutfall hjá fólki sem sannarlega vill það. Og svo er önnur forsenda að laun eigi ekki að taka, eða þau ekki að lækka við breytingarnar. Þannig að ef það kemur í ljós, og við erum auðvitað bara í mjög stífri greiningarvinnu og samtölum mjög víða núna ólík vaktakerfi og ólíka starfsemi vaktavinnustaða og svona. Ef það kemur í ljós að það einhverjir hópar starfsfólks sem að falla illa að kerfisbreytingunni, þá er svona mekanismi í kerfinu. Það er þessi stýrihópur sem að Sonja á sæti í og verkefnastjórnin í raun og veru starfa fyrir hann. Þá er hægt að taka máli fyrir þar og finna það okkur á lausn þannig að fólk lækki ekki launum. En ég verð eiginlega bara að segja að svona í þessari greiningarvinnu sem við erum búin að fara í nú þegar þá lítur bara þannig út að bara mjög, bara eiginlega langflestir muni falla bara mjög inn í þetta og koma vel út og sumir hópa bara hækka töluvert í launum jafnvel. En já, aftur bara aðeins ferlið. Þetta er fylgiskjal og kjarasamning og þetta eru auðvitað mjög umfangsmiklar breytingar og auðvitað líka búið að vera langtíma markmið hjá BSRB að stytta vinnutíma vaktavinnufólks meira heldur en dagvinnufólks og við erum að ná því, sérstaklega fyrir fólk sem er með þunga vaktabyrði. Þá getum við verið sagt að við náðum þessu markmið 80% vinnu og 100% 80% vaktavinna sem 100% starf. Já, og þannig að þetta verður allt saman mjög vel mælt á samningstímanum og það eru svona lykilmælikvarðar sem verða teknir út í hverju mánuði og svo auðvitað verður farið líka í bara að taka spurningakannanir og slíkt. Fá viðhorf starfsfólks og stjórnenda. Og svo fyrir lok samningstíman sem er þá í mars 2023 þá verður lagt mat á þetta svona heildstætt og hvort þetta verði ekki örugglega að varanlegum þætti í kjarasamningi og við auðvitað bara göngum út frá því að því ekki ætlum við að fara að lengja vinnutíman aftur, það kemur ekki til greina. Þannig að við bara leggjum allt kapp á það núna að öll innleiðingin sé unnin mjög vel og þetta gangi allt saman upp og ég hef fulla trú á því að það gangi. Bara rétt svona í lokin. Þá er bara tekið saman það er betrivinnutími.is, það er samvinnuverkefni launafólks og launagreiðenda og þetta gildir fyrir alla vaktavinnuhópa hjá ríki, sveitarfélögum og Reykjavíkurborg. Þannig að þið getið fundið efni þarna og svo er það nýja síðan okkar, styttri.is, þar sem maður má nálgast líka efni vinnutímabreytingarnar bæði fyrir vaktavinnu og dagvinnu og já, eins og ég segi, það við erum komin með myndbönd, það eru komin fyrirlestrar
og lesefni og bæklingar og fleira. Þannig að sem sagt, ég ætla bara að segja þetta gott og vona bara að Sonja hafi fengið einhverjar spurningar á meðan. Já, ég fæ að sitja hérna út í sala þegar við erum að geta að fjarlægð við Dagný, en það eru komnar mjög margar góða spurningar og hérna ef við byrjum á spurningu varðandi starfshlutfallið, að þá verður að spyrja hvort það sé hægt að sjá töflu yfir styttingu vinnuvikunnar eftir starfshlutfalli. Það er náttúrulega svolítið flækjustig á því varðandi vaktavinnufólk af því að þetta er hrein stytting niður í 36 stundir og svo eins og Dagný minntist áðan að það fer það eftir því hvenær sólarhrings þú ert að vinna og raunverulega hversu oft þú ert að mæta, hvort að styttingin geti orðið alltaf 32 stundum eða við 100% starfshlutfall. Þannig að styttingin þá niður í 36, að það er þá eins og munar þá 10%, en svo þetta sem að bætist í og væri þá styttingu 20%, að það er svona flækjustig þannig að maður getur raunverulega ekki búið til tvekk utan það, myndi ég segja. Já, þetta er alveg rétt, en svona meginreglan, maður getur alveg sagt að þetta sé svona kannski 10-15% cirka. En auðvitað, fólk sem er að vinna til dæmis svona þrískiptar 8 tíma vaktir allan sólarhringinn, það fer niður í 32. Þannig ef að það er einhver í 80% starfi í þeim bransa og er að taka nætur vaktabyrðina líka og helgarnar og allt, þá myndi sá geta farið í 100% starf. En það er ekki hægt að, ég held allan að það sé ekki hægt að búa til svona töflu, en það væri kannski hægt að reyna að búa til vísbendingar út frá mismunandi vinnufyrirkomulagi fólks, þessi sem eru með þyngstu vaktabyrðina og svona, en þá er mjög svona mikið smáleitur með því, þannig að fólk skilji eftir fjölbreytileika. En kannski bara eitt í viðbótar að það er verið að vinna mjög mikið af kynningarefni og meðal annars fullt af svona myndböndum og dæmum þar sem tekin ólík vaktakerfi og þau eru sett inn í nýja kerfið og mögulega þá líka geta breytingar eins og 12 tíma kerfi kannski breytt í 8 tíma kerfi, starfshlutfall er hækkað hjá hlutastarfsfólki og svo framvegis. Þannig að það er hægt frekar kannski að fá mynd á þetta út frá þessum dæmum og þeim mun fjölga núna bara á allra næstu dögum og svona kannski 2 vikum. Svo erum við með spurningu varðandi launin, hvaða breytingar verða á launasamsetningu vaktavinnufólks, hverju mega þau að vona á og þá líka spurningi með vaktavinnufólk sem er á jafnlaunakerfi, með fast vaktaálag og föst laun, hvort sem er unnið á dag eða næturvöktum. Já, sko, það má í raun og veru segja að verði töluverðar breytingar. Mánaðarlaunin þetta bara halda sér og vaktaálagið að mestu leyti, það verður 33%. Það verður 55% helgar á daginn og svo hækkar næturvaktaálagið í annars vegar 65 á virkudögum og 75 helgar. Þannig að þetta eru þættir í að sjálfu sér sem allir þekkja og taka ekki það miklum breytingum þó að næturvaktaálagið sé að hækka þarna. Aðra greiðslur sem vaktavinnufólk hefur fengið eru greiðslur fyrir kaffitíma, 25 mínútur á hverja vakt og 12 mínútur á hverja yfirvinnuvakt. Þessar greiðslur munu falla út og í staðinn kemur greiðsla sem heitir vakthvati sem er svolítið flókið fyrirbæri en gengur út á það að það er umbunað sérstaklega fyrir fjölda og fjölbreytileika vakta og þetta getur verið á bilinu 2,5 til 12,5%. Á meðan að kaffitímagreiðslurnar getur í raun og veru mest verið 8,5% af launum. Þannig að þetta getur verið orðið hærri fjárhæð og svo er auðvitað vægi vinnuskyldustunda, það er kannski ekki beint launaþáttur en það hefur áhrif samt á vinnutíman. Þannig að þetta eru svona helstu breytingarnar. Býtu nú við, það var einhver annar liður í þessari spurningu, eða ekki? Að þau eru með fast vaktaálag og föst laun? Já, akkurat. Þetta er bara mjög góð ábending. Við höfum í sjálfu sér ekki endilega að skoða það en ég hugsa að sé ekki til fyrirstöðu að halda því áfram en það þyrfti bara væntanlega þá að reikna út forsendurnar á bakvið það upp á nýtt. En ég skal bara halda þessu til haga og taka þetta upp. Kannski svona sama anga er spurningum þá sem eru tvískiptuvöktum eins og morgunvakt og kvöldvakt. Hvernig koma þessar kerfisbreytingar út fyrir viðkomandi?
Sko, eins og ég sagði áðan, þá sýnist okkur á öllu að í flestum tilvikum kom þetta bara alveg ágætlega út. Ef að þessi einstaklingur vinnur líkum helgar til dæmis, þá er alveg augljóst að hann fellur bara mjög vel inn í þetta. Ef að það eru ekki helgar inn í því, þá svona allavega færi hann aldrei mjög hátt í vaktakvata, en gæti samt alveg komið þokkalega út. En eins og ég segi, við erum bara alveg á fullu að greina þessa hópa núna og setja upp dæmi þannig að sem flestir geti mátað sig inn í það. En allavega enn sem komið, þá höfum við ekki rekist á neitt sem að lítur ekki bara þokkalega út og það hefur mér sem bara komið mér á óvart hvað þetta hefur komið eiginlega vel út og fólk bara, jafnvel að fara að hækka töluvert í launum. Það er nokkrar spurningar umbreytinguna ef fólk er í lægra heldur en 100% starfshlutfalli og hvernig það fara yfir. Það er ein sem segir rétt skilja að þeir sem eru í 90% starfi að þeir verða með laun eins og 100% maðurinn og það er umvel að fer eftir vaktabyrðinni. Nei, ég meina, sá aðili er alltaf með 100% laun af því að þú ert alltaf að tala um allan 10%. Já, en hann gæti verið með vinnutíma eins og 80% manneska í dag en fengið samt 100% laun. Já, það gæti verið. En ég hugsa, við miðum við 10 til 12%, jafnvel 15%, að starfshlutfall geti hækkað það. Og það fer eftir vaktabyrði, hvenær er unnið og ef það eru næturvaktir inni þá rýkur þetta alveg. Svo er verið að velta fyrir sig, ef viðkomandi er í 100% vinnu í dag, hvort að það verði standið til boða að vera áfram í 100% eða hvort að borgi sig jafnvel að minnka í 80 eða 90%? Sko, það stendur á sjálfsögðu til boða. Þetta á í sjálfsögðu ekki að hafa í för með sér neina breytingar á því. Það kannski skapast vandamál af öðrum toga eða geta skapast vandamál af öðrum toga á stöðum þar sem að flestir eru í 100% starfi og þetta er svolítið svona kannski skipt eftir því hvað geira fólk vinnur. Í heilbrigðiskerfinu er fólk og umönnun fólk nánast langmest í hlutastörfum en aftur á móti í löggæslu og slíku tolli og slökkviliði þá er eiginlega allir í 100% starfi. Það er í sjálfu sér ekkert sem að kemur í veg fyrir það að fólk óski eftir því að lækka starfshlutfall, það mun bara verða óbreytt, þetta er bara þá nýr ráðningarsamningur og samkomulag, en annars á fólk bara að halda sínu og flestum tilvikum kemur fólk bara vel út úr þessu, 100% fólk. Og svo er þá líka sem að tengist þessu, ég er svolítið að endurraða röðin á spurningunum eftir hvernig það tengjast. Og þá er spurningi þeir sem að vilja fá styttingu og ekki að hækka starfshlutfallið sitt, hvort að launin lækki þá? Það þarf ekkert að vera. Það fer svolítið eftir hvað fólk er í háu starfshlutfalli, af því að það má segja að fólk þurfa að vera allan svona í 70 til að tikka í vaktakvatan, af því maður þarf að mæta 14 sinnum allan. Þannig að það þarf ekkert að vera. Það fer auðvitað bara eftir hvernig vaktabyrðin er og hversu hátt starfshlutfallið er. En ég held að maður geti alveg fullyrt til dæmis að 50% starfsmaður sem ætlar ekki að hækka við sig, starfshlutfall, þá er hann að fara að mæta bara, allt niður í kannski, 15 til 18 tíma á viku. Hann er ekki að fara að hækka í launum, held ég. Nema þetta sé þá tímar á nóttunni, en starfsfólk að sjálfsögðu hefur þetta val sjálft. Þetta er réttur sem fólk fær tilboð aukið starfshlutfall, en ef fólk vill það ekki og vill fyrir ekki bara taka styttinguna og margir sem eru í kannski 80% starfi munu bara koma ágætlega út í því, þá er það líka allt í lagi. En við vonum auðvitað að fólk sjái ávinningin í því að halda svipuðum vöktum og hækka launin alveg töluvert. Fólk sér það bara í hendi sér 10% launahækkun og ef þú tekur það yfir einhver tíma, það getur verið umtalsvert. Já, það er nefnilega að fljóta að safna saman. Þá erum við svolítið komin yfir í mönnun af þeim spurningum sem ég er búin að ná að grípa. Ég er að reyna að flokka þetta jafnóðum. Hvernig verður með starfsstöðvar sem eru nú þegar undirmannar? Verður bætt við starfsmönnum eða undirmönnun aukin þá?
og hérna segir þá á ég við það sem vakt yfirmanna verður einnig stytt, kemur annar starfsmaður á móti eða verður starfsstöð með minni viðveru yfirmanna. Nú svona tvíþætt kannski. Já, sko, varðandi þetta með yfirvinnina þá, ég held að það sé nú bara örugglega mjög fjölbreytt, fyrir örugglega bara eftir starfseminni, en við erum búin að ræða ofboðslega mikið mönnun og hérna mönnun og forsendur og það virðist sem það sé ofboðslega ólíkt hvernig þetta er skipulagt og hvort þetta sé yfir höfuð hérna gert með einhverjum skipulögðum hætti eða þá kannski gegnsæjum hætti, þannig að starfsfólk skilji, þú veist, af hverju eru 3 á vakt núna en ekki 4 eins og, þú veist, var. Og það getur alveg verið að það sé einhverja ástæður fyrir því, hérna, eða þá að það fjölgi á vakt. Þannig að við, sem sagt, ætlum að setja mikið fókus á þetta. Það koma fjármunir með þessari breytingu, sérst launagreiðendurnir setja fullt af peningum inn í þetta á þessum tíma sem að kjarasamningurinn er í gildi og hinn hlutin í raun og veru kemur síðan þá frá okkur sjálfum, má segja, að þessar greiðslur eins og kaffitímar eru teknar út og þær verða þá einhverju öðru. Sko, það er alveg ljóst að þetta mun koma ólíkt við ólíka staði. Af því að þar sem allir eru í 100% starfi, þar mun þurfa manna og þar væntanlega þarf að setja meiri peninga inn heldur en þar sem allir eru í 80% starfi og allir geta farið í 90% starf og allir eru til í það. Þá mun kostnaðurinn vera minni. En þetta er bara risastórt samtal og það er auðvitað búið að tryggja fjármagn sko fyrir styttingunni. En við vitum alveg að það mun ekki skiptast alveg jafnt og já, þetta er svolítið bara svona útfærslu atriði, það er svolítið erfitt að svara þessu alveg, sko. En ég skil vel að fólk hafa áhyggjur á þessu. En ég fari kannski yfir í varðandi styttinguna sjálfa, að þá er spurning sem ég hef ekki séð áður í allir okkar vinnu, stytting úr 42 tímum niður í 32, að vinnuskyldan er oftast 180-200 tímar á mánuði, en ætti að vera 174, þannig að tala 12 tíma vaktavinnu í 2-2-3 kerfi, ná þau 32 tímanum. Já, það má segja það. Í þessum kerfum, annars vegar 2-3 og 5-4, ef að vera að vinna allan sólarhringinn, þá er fólk að stytta vinnutímann sem nemur kannski svona 35 til 38 stundir, eða 39 jafnvel, á mánuði, sem er eiginlega bara heil vinnuvika. Og samt er það, en þetta gerir það ráð fyrir því að þessi breytt úr 12 tíma kerfi yfir í 8 tíma kerfi. En það eru hægt að búa til svona dæmi og í raun og veru væri mjög æskilegt að það eru gerðar þessar breytingar. Og já, vinnuskyldan fer auðvitað þá niður í 156 úr 173 og svo fer hún ennþá neðar þá eftir því hvernig vaktabyrðin fellur og ef þetta er fólk sem að tekur næturvaktir þá það má raun og veru segja að þú tekir 2 næturvaktir í viku að jafnaði, þá farir hún niður í 32. Já. Síðan, nú veit ég ekki hvort þú getur svarað hérna á punktunum, hvort þú sért alveg svona vel versuð í þessu, en hérna er spurningi, eru 2 vaktir hjá okkur aðra vikuna frá 6 til 2 og hina frá 2 til 10 kvöldið og þriðju hverja helgi fyrir við þá, unnið þriðju hverja helgi og þá er spurningi hvort þú farið niður í 36 eða 32 og já, þessi spurningi búin að koma 2 svar. Ok, ég þarf nú eiginlega bara að skrifa þetta niður. Hvað það eru? 6 til 2 og 2 til 10 kvöldið. 2 til 10 og svo þriðja hverja helgi. Þetta fólk lendir einhvers staðar á milli. Þú veist, tíminn frá 6 til 8 byrjar ekki, það er sérst næturvaktartími og tíminn sérst frá 5 til 10 á kvöldin er kvöldvaktartími og svo helgarnar eru líka með vægi. Þannig að þú veist, þetta er ekki nálagt 32 en þetta eru kannski 34 eða 35 eitthvað svoleiðis.
Og svo verður þetta væntanlega líka liður í sýnidemanum, þannig að fólk getur máta Já, sínar já, ólíku vaktlínur. við erum að taka alls konar dæmi og alls konar starfsemi og við viljum bara endilega líka fá ef fólk á erfitt með að spegla sig í því sem að mun koma, kannski gefið okkur svona 1-2 vikur núna til að fullvinna þetta, en ef að fólk á erfitt með að spegla sig í því þá bara endilega tökum við bara fleiri dæmi. Hérna er spurning varðandi 12 mínúturnar sem að þú fórst yfir áðan. Það er spurning ef það færði styttingu að þá hvort að 12 mínúturnar falli niður sem að borga á hvern yfirvinnutíma og hvort að 60 mínúturnar sé þá reiknað sem 72 mínútur. Sko, 12 mínúturnar falla niður. Ég skil ekki alveg 60 mínútur, 72 mínútur. Út frá því. Umreikningin, sko styttingin, þú veist, hvort þú nálgast þetta sem styttingu eða hvort þú bætir við frítímanum, þú veist, hver vakt reiknast sem eitthvað ákveðið til þess að tilraun í vinnuskylduna þína fyrir ekki? Ekki yfirvinnuvaktir, það telja náttúrulega ekki inn í, nú ég alveg rugluð. En kannski líka bara fá að geyma þessa og svarinni á vefnum til þess að En 12 mínúturnar falla niður, það er allan að hreinu. Já. Næsta spurning er ekki varðandi 12 mínútur heldur 12 tíma vaktir og það er spurningin hvort að það verði bara endanlega úr sögunni. Sko, það er ekki kannski alveg hægt að segja það, en það þarf auðvitað að fara mjög vel yfir þetta og við vitum að 12 tíma vaktakerfi, sama hvernig þau eru sett upp, ég tók aðan dæmi af 2-3 eða 5-4, þetta er ekki mjög heilsusamlegt og ef við tökum til dæmis 5-4 kerfi, þá getur verið að þá er vinnutíminn aðra vikuna 60 klukkustundir og það er bara eitt og sér brot á hvíldartímalöggjöf. Sko, það er náttúrulega að fara yfir þetta bara í hverju dæmi fyrir sig. Og ég skil ótrúlega vel áhyggjur fólk sem hefur verið vant 12 tíma vöktum og því það er svona ákveðni kostir við það. Til dæmis það að fólk er ekkert að mæta neitt óbúslega oft í vinnuna í mánuði og fær alveg góða frídaginn á milli þó að þau eru kannski svolítið að sofa fyrsta daginn. Þannig að ef það hefði átt að fara úr 12 tíma kerfi í 8 tíma kerfi með 40 stunda vinnuviku, það hefði þýtt örugglega einhverjir hefði upplifað bara meira álag, fleiri ferðir til vinnu og svoleiðis. En ég held einmitt að núna ætti fólk að vera svolítið með opinn huga og nýta þetta tækifæri. Af því að ef þetta er til dæmis fólk sem er að vinna allan sólarhringinn, þá getur eins og ég sagði áðan, vinnutíminn verið að styttast 30-40 klukkustundir á mánuði og þrátt fyrir þú sér kannski að mæta 2-4 sinnum oftar í mánuði, mæti kannski þá 17 sinnum eða 18-19 sinnum, þá ertu að fara að hækka í launum og þú ert að fara að stytta vinnutíma en þetta mikið. En auðvitað getur verið eitthvað blæbrigði á þessu. Það getur verið til dæmis að það henti að hafa 12 tíma vaktir helgar og það getur bara verið allt í lagi. Og það getur líka verið að það séu hlutlegar ástæður, kannski við tökum kannski fámennt lögreglulið út á landi eða eitthvað slíkt, að það sé bara hreinlega ekki nóg af fólki til að manna upp í öðruvísi vaktkerfi. Þannig að þetta þarf allt bara að skoða, en við vitum alveg að þessi leiðarljós sem við erum með, sem eru heilsa og öryggi og jafnvægi vinnu og einkalífs, þau falla rosalega illa að 12 tíma kerfinu. Og þú veist, bara öryggið til dæmis að eftir 9 tíma vakt þá er bara margföld öryggisógn og það á það bæði við starfsfólk og stjórnun, og skjólstæðinga eða þá sem þykja þjónustuna. Og einmitt, svona langa nætuvaktir líka, þú veist, það er annar punktur í hvíldartímalöggjöfinni er að nætuvaktir eiga ekki að vera meira en 8 tímar á 24 tímum. Þannig að hvíldartímalöggjöfin er sett út af ástæðu og þetta eru lágmarksreglur sem áhelst ekki víkja frá. Þannig að ég held að við ættum endilega bara að skoða þetta allt með opnum huga og vera til í samtali inn á vinnustöðunum og sjá bara hvernig það myndi líta út ef að vaktkerfum verður breytt. Við erum raunverulega búin að koma
aðeins inn á næstu spurningu en ég held bara að því að þetta er svo mikill fjölbreytileiki hjá fólki að kannski ágætt að taka þetta er svolítið á annarri átt. Að viðkomandi í 100% vinnu og vinnur eingöngu dagvaktir, virkadaga og helgar og rauðadaga og segist ekki ná vaktahvatanum og sjá ekki betur en að það sé launalækkun fyrir sig af því að yfirvinnan af kaffitímanum fellur niður og hún fái ekki bætinguna úr vaktahvatanum. Þannig að spurningin er hvernig mætum við þessum hópum? Já, þá er það spurningin sko, þú veist, starfsemin bara opin á þessum tíma? Ef að það er svarið, þá þarf bara að bæta þetta með einhverjum öðrum hætti. Ef að það er í boði að taka fjölbreyttari vaktir, þá getur vel verið bara það að taka eina kvöldvakt myndi hífa þetta upp. Þannig að eða tvær, kannski öllu heldur. Þannig að það þarf bara að skoða svona dæmilega í hverju tilviki. Síðan er bara einmitt áréttingin ef að það er hópi vaktarfólks innan stofnunar eða vinnustæðar sem ekki kemur vel út úr styttingunni, að sé launaskerðing, að þá sé það BSRB eða samhengi sem kemur að því að finna lausnina með viðkomandi stofnun. Já, ferillinn í raun og veru að það stýrihópurinn, þannig að það væri þá þú, Sonja. En það að sjálfsögðu algjörlega sjálfsagt að hafa samband við samhengi eða ykkar aðildafélag þá eftir atvikum. En ferillinn á í raun og veru að vera, þú veist, í gegnum innleiðingarhóp, þetta er svolítið flókið, það er þessi stýrihópur sem eru allir samningsaðilarnir, BSRB og hin heildarsamtökin og allir launagreiðendurnir og svo erum við innleiðingarhóp þá einn hjá sveitarfélögum, einn hjá borginni og einn hjá ríkinu og þetta á svona að fara, þú veist, í gegnum þessa kanala fram og tilbaka. En ég meina, svo er alltaf líka bara einfalt að, þú veist, taka upp tólið og heyra í einmitt þá samhengi eða ykkar aðildafélagi eða þá bara okkur hjá BSRB. Hérna er spurning hvort að ef að það er tiltekin deild innan vinnustæðar sem maður vill styttingu en önnur deild ekki, hvort það sé hægt að hafa það þannig innan stofnunar. Sko í dagvinnu er þetta einhver leyti valkvætt, þar að segja, starfsfólk ákveður í sameiningu hvernig það ætla að stytta vinnuvikuna. En varðandi vaktavinna, þá bara einfaldlega tekur það gildi 1. maí á næsta ári að vinnuvikan fer úr 40 stundum í 36 og síðan það eftir vaktarbyrði þá getur hún styst ennþá meira. Ef að spurningin var kannski frekar þessi hvort að fólk vilji hækka starfshlutfallið eða ekki, að þá er það einstaklingsbundið. Það verður hverjum og einum starfsmanni boðið að hækka starfshlutfallið og þau taka þá ákvörðun það hver fyrir sig, þannig að það er ekki deildin í heild sinni. Og svo er líka hvort það verði gerðir nýjir ráðningarsamningar við launafólk í samræmi við nýja starfshlutfallið og svarið er já, það verður að gera það. Það verður að staðfesta það skriflega af því þetta er breyting á ráðningarfyrirkomulagi og þetta hefur líka áhrif á launin. Og svo er hvort að deildir innan stofnana eða stofnanir sjálfar geti útfært styttinguna sín á milli eða hvort þetta verði alfarið miðlægt frá vinnuhópnum. Sko, ákvæðin í kjarasamningnum í sjálfsögðu eru miðlæg, þannig að þessi 36, styttingin 36 og þessi nýju ákvæði, vaktahvati, vægi sem að leiði til meiri styttingar og svo framvegis eru miðlæg. En útfærslan, þar að segja ef það þarf eitthvað að breyta vaktakerfi eða eitthvað slíkt, það eru þetta bara í höndum hvers og eins vinnustæðar og þess vegna líka er mjög mikilvægt að það fari fram þetta samtal á vinnustæð óskir starfsfólks, þarfir starfseminnar og allt það. Og það geta líka alveg verið einhver atriði sem að gæti verið, þú veist, mætti alveg ræða í tengslum við þetta. Til dæmis bara, þú veist, getur starfsfólk óska sér vakta eða óska sér að vinna ekki ákveðna daga? Er það eitthvað sem við viljum taka upp? Þú veist, það er engin skylda til að gera það, en þú veist, ýmislegt svona getur alveg verið tækifæri til að ræða líka samhliða þessu. Það er spurning varðandi þá sem að vinna hjá samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu. Já. Það var verið að klára kjarasamninga við þau sem eru með sambærilega ákvæði og samið við ríki og sveitarfélögin. Þannig að þetta er vel sama kerfisbreytingin eða sama fyrirkomulagi sem að tekur til þeirra. Já, það er bara sami gildistími og bara copy-paste. Þau
í sjálfu sér eru ekki kannski í þessum stýrihóp til dæmis en ég geri alveg ráð fyrir því að þetta verði framkvæmt bara með nákvæmlega sama hætti og við munum bara þetta líka reyna að sjá til þess. Ég er ekki alveg búin að ná að flokka hérna það sem á eftir kemur. Við erum mjög duglega að spyrja og við erum mjög ánægð með það. Það er líka mikilvægt fyrir okkur til þess að bæða að safna í reynslubankann. Því svo eins og við erum svo oft búin að segja þá erum við í þessu samstarfi með öðrum samtökum launafólks og launagreiðendum og maður þarf að hafa svona góða yfirsýn og góða kortlagningu á mismunandi hópum sem erum verið að vinna núna. Þannig að þetta er frábært innlegg í það. En hérna er sem sagt vangavelta það, ef viðkomandi eru í 100% starfi í vaktavinnu og vill halda því áfram, er þá viðkomandi komin bara í 110 eða 115% starf. Þetta er svona, hvort hann þurfi þá að lækka starfshlutfallið. Þetta er svona önnur nálgun á nýtt kerfi. Nei, það má í raun og veru bara segja að innihaldið í 100% starfi breytist. Þú veist, það var 173 tímar, það eru 156, mögulega neðar eftir því hvernig vaktabyrinn fellur. Þannig að það verður ekki búið að vera í 110% starfi. Og eins og ég sagði líka áðan, þá er ekki meiningin að þetta verði allt mannað með yfirvinnu. Við ætlum að vinna minna af því við ætlum að njóta frítímans betur og sinna sjálfum okkur meira. Já, ég bara tek bara innblástur frá fólkinu sem var í myndbandinu okkar og það sama má ég sjálf sér segja og ef þið viljið þá getið farið á vefinn og séð myndbandi fyrir dagvinnuna. Það er sambarilegt svona og verið að taka viðtölu fólk líka og bara heyra hvað fólk segir, áhrif bara á fjölskyldulífið og streituna og allt þetta sko. Þannig að ég held bara að einmitt, eins og Sonja segir, áralöng baráttukona fyrir styttingu vinnuvikunnar, að þetta snýst að vinna minna og hafa betri balans á öllu og líða betur. Svo er þetta spurning varðandi þá sem eru í 50%, hvort að þeir lækki launum vegna vaktakvatans. Sko, þeir hafa náttúrulega möguleikann á að hækka starfshlutfallið sitt og þar með hækka þeir í launum. En að óbreyttu þá náðu þeir ekki í vaktakvatan. Sama með stubbavaktirnar, að þau eru alveg upp í 90% vinnuhlutfall, hvort það þurfi ekki að breyta svolítið miklu í vaktatöflu á þannig vinnustað. Jú, alveg algjörlega og kannski að samaskapi og 12 tíma vaktir eru ekki æskilegar, þá eru stubbavaktir það ekki heldur og það er eitthvað sem við viljum líka minnka notkun á og vaktakvatinn á í raun og veru að hvetja til þess af því að hann telur mætingar en ekki lengd vakta. Þannig að ef þú ert til dæmis í 50% starfi í stubbavöktum, þá getur alveg fengið vaktakvatna sko. Þannig að í raun og veru þetta á að leiða til þess að vaktir séu svona með skynsömum hætti sem við getum sagt séu kannski 6 til 9 klukkutímar, þú veist, í lang flestum tilvikum og þetta geta verið eitthvað jaðartilvik. En það er svona sameiginlegt markmið samningsaðila að draga úr þessum stubbavöktum eins og kostur er. Það eru fleiri sem eru í mikilli yfirvinnu sem þurfa svo sannarlega á styttingu vinnuvikunnar að halda. Spurningin er, ég vann 400 yfirvinnutíma síðasta ár. Meðan við núverandi samninga þá fengi ég út úr þessu 320 tíma. Það eru 80 yfirvinnutímar tapaðir vegna yfirvinnu kaffitíma og þá missi ég 67 tíma á ári. Hvað kemur í staðinn fyrir bætinguna og hvað kemur í staðinn fyrir vetrarfríið? Sko, það kemur ekkert í staðinn fyrir bætinguna en það kemur vetrarfrí í staðinn fyrir vetrarfríið í raun og veru. Það er bara útfært með aðeins öðrum hætti eða það er hægt að útfæra með aðeins öðrum hætti. Vetrarfríið, þið þekki þetta, það er útilega vaktavinnu fólk þekkir kjarasamningana sína vel og allt sem tengist þeirra vinnufyrirkomulagi sem er þetta bara frábært. Vetrarfríið ávist á ársgrundvelli 11 dagar á ári óháð því hvort að viðkomandi vinni stórhátíðardaga eða ekki. Eða þarf að segja ef hann getur þurft að vinna stórhátíðardaga. Það er ekki eins og fólk sem vinnur ekki rauðadaga. Núna verður þessu breytt þannig að þetta verður jafnað við dagvinnufólk. Þannig að á þeim árum eins og ég held til dæmis þetta ár eru held ég 13 eða 14 frídagar og virkudögum og þá fær vaktavinnufólk þá bara líka. Og það á að gefa kost á því að taka þetta út jafn óðum. Þannig að bara í apríl þegar eru páskar að þá bara takiru fríið
kannski ekki endilega áskýrdag, því þú getur þurft að vinna þá, en kannski vikun eftir. Það verður hins vegar áfram í boði að óska eftir því að safna svo saman og taka þetta þá í einni beit eða skipta þessu í tvennt eða þrennt eða hvað sem er. Þannig að í raun og veru verður bara aðeins meiri sveigjanleiki í þessu og til dæmis sér maður fyrir sér að fólk sem er með börn á skólaaldri geti notað þetta í vetrarfríi ef það er í boði. Býtum við, hitt var eitthvað yfirvinnu. Ég var raunverulega að segja að á síðasta ári vann við komandi 400 yfirvinnutíma en með núverandi samninga myndi að fá út úr þessu 320 tíma. Þannig að það tapist 80 yfirvinnutímar út af yfirvinnu kaffitíman að þá missa hann líka 67 tíma á ári. Hún byrst í velvirðingar, ég man ekki hvort þetta var kona eða kall að var að spyrja, þannig ég vona ég sé ekki að ramkynja ykkur hérna. Ok, ég skil þetta alveg. Spurning líka bara hvort við fáum aðeins betur varðandi þetta. Það eru mjög margar spurningar hvernig mismunandi vinnufyrirkomulag muni koma út úr þessu kerfi og tíminn er svolítið að hlaupa frá okkur. Þannig að mér langar kannski að beina þeim spurningum inn í þetta fræðsluefni allt sem er verið að búa til. Viltu kannski er komur er búið að ná að kortleggja svolítið vel hópana, þessa flóknu og fjölbreyttu hópa. Þannig að allir geti einhvern veginn fundið sitt svar. Sko. Það er algjörlega í vinnslu. Ég ætla aðeins að sjá, afsakið. Kannski að meðan þú flettir því upp að þá hvort að vaktaóskakerfið eins og vinnustund muni halda utanum þessa styttingu og bætingu og allt það. Kannski tæknimálin, hvort þú viljið skilja frá þeim að meðan? Akkurat. Við höfum ekkert farið yfir það. Það er í sjálfu sér risastór þáttur í þessum kerfisbreytingum er að uppfæra öll þessi kerfi og vinnustund er kannski þar stærst og í notkun hjá langflestum og þessi vinna er bara í gangi og það er kannski gaman að segja frá því að allir launagreiðendur eru sameinaðir í þessu í fyrsta sinn. Planið er algjörlega að þetta verði, hver var áttu nákvæmlega spurningin? Náttúrulega ég fletta upp, ég var farin að skoða fleiri spurningar, ég er svo spennt að sjá þetta. Planið er algjörlega að þetta, muni... Þú myndi að halda utan styttinguna, og bætinguna, þannig að fólk sjáur hvað á inni. Já, akkurát. Auðvitað þarf kerfið að fúnkera, þannig að fólk getur fengið rétt laun og svo framvegis. En við höfum lagt mjög mikla áherslu á að það verði mikið gegnsæi í þessu kerfi, þannig að fólk getur skilji, hvernig það kemur út í vaktakvata, hvernig það kemur út í vinnutíma og allt þetta. Og viðmótið verði gert miklu aðgengilegra, bæði tæknilega, þá bara eins og fólk geti nálgast þetta með fullnægjandi hætti í símanum sínum og sama eins með þetta, allt þetta gegnsæi, að þetta sé svona aðgengilegra fyrir fólk. En já, ef við tekjum kynningarefni sem er komið, það er ýmislegt svona almennt bara kerfið og sem í sjálfsögðu er svolítið svipað bara og við vorum með í kynningu fyrir kjarasamningana þegar þeir voru í atkvæðagreiðslu, þannig það er, sér vægi og vaktaálag, sér vaktakvata og svo framvegis. Svo erum við komið með vaktakerfi 223 í sólarhringsþjónustu, vaktakerfi 223 með viðveru hlut og sólarhring, vaktakerfi 554 og svo veit ég að það var búið að taka dæmi sundlauga, það var búið að taka dæmi sjúkraliða í hlutastarfi og í fullustarfi, strætó. Þannig að þetta er svona svolítið að koma inn. Við erum ekki búin að tæma þetta, ég veit það alveg, en við bara þykjum ábendingar líka. Það er spurning líka hvort að við reynum að taka saman svörin við þessum fjölbreyttu starfshlutfalli og vaktarúlum og hvernig það mun hafa áhrif, bara íspurt og svarað og setjum það á vefinn hjá okkur. Hérna er spurning hvort það verði flókið að gera vinnuskýrsluna eftir þessa breytingu eða hvort það verði einhverja svona ákveðna rúllur sem að gilda? Í sjálfu sér á það ekkert að vera neitt endilega flóknara. Það verður auðvitað svolítið kannski flókið að breyta akkurat á meðan það er í gangi.
en þetta líka hluti sem við erum að ræða í þessum tækni og útfærslum. Já, að það verði hægt að setja þetta upp þá í rúllur eða það verði, þú veist, til dæmis ef það er óskavættakerfi að fólk geti þá kalla fram, þú veist, óskir síðasta mánaðar og bara óska þær aftur ef að það er fyrirkomulag sem hentar fólki. Kannski líka bara að taka það saman af því að áðan var spurt hvort þetta er bara ein lína fyrir alla og það er ekki, en hins vegar verður hluta fræðsluefninni að raunverulega að veita upplýsingar kerfi sem að hafa virkað vel og geta hentað í svona stórum breytingum þannig að fólk fái sko hugmyndir og væntanlega líka liður í umbótasamtalinu á vinnustaðnum að skoða hvað fólki þykir best og hvað kemur best út fyrir vinnustaðinn sjálfan. Það sem er þessi gagnkvæmi ávinningur að leiðarljósi. Hérna er spurning sem að tengja svolítið reiknivélinni og mjög algeng spurning sem við fengið, þannig að ég held því gott að fara yfir hana. Ef ég er í 100% starfi og vinn á daginn og aðra hverja helgi, ég hef fengið 25 mínútna yfirnálaði vegna kaffitíma, en sú greiðsla er að detta út á nýja fyrirkomulaginu og samkvæmt reiknivélinni á betrivinnutímum.is mun ég lækka í launum og taka færri vaktir. Hvernig verður tekið á svona dæmum? Er það einstaklingur í fullu starfi? Já. Já, ég meina, ég svaraði þessu eiginlega áðan, þú veist, það bara, þú veist, er starfsemin bara á þessum tímum? Þú veist, ef svo er þá þarf að mæta þessu einhvern veginn, þú veist, er í boði að taka aðeins fjölbreyttari vaktir og dreifa vaktabyrðinu öðruvísi, þú veist, ef svo er þá þarf að skoða það. Þannig að það er bara, já, það er bara svolítið að skoða. Við fundum það svolítið fljótt í þessu ferli þegar við vorum í kjarasamsviðræðunum og vorum einhvern veginn í þessu samtali öllu að þetta er algjör umbylting á kerfinu sem við þekkjum og ég held að það flækir svolítið fyrir manni þegar maður er að skoða sko gamla módelið og hvað kemur í staðinn fyrir hvern einasta þátt í launamyndunni af því það er bara að vera að umstokka þessu öllu og það er verið að búa til raunverulega, já, svona stærri potta fyrir mismunandi atriði og reiknivélin, hún er kannski ekki að hjálpa fólki að skilja hvað verður sig og ég held að hún sé jafnvel bara smá villandi eins og staðan er núna. Af því að fyrsta skrefið verður að skoða hvernig getum við aðlagað vaktarúllurnar að nýju fyrirkomulagi og tryggja að fólk nái í hvatan og nái í alla þessar nýju ávinningar sem eru í launamyndunarkerfinu og lækka ekki í launum. Og ef það er þannig að heilu hóparnir eru að lækka í launum af því það er ekki hægt að breyta, það er ekki hægt að bæta við næturvöktum á vinnustofu sem er lokaður á nóttunni, að þá verður þetta haldið sérstaklega utan um þá. En eins og ég segi, ég var búin að segja áðan að þú veist, við erum svolítið mikið að sjá að þetta er bara að koma frekar vel út. Já, það er nefnilega það eiginlega skemmtilegast í þessu af því að maður gerði ráð fyrir að þetta yrði mjög flókið að það þyrfti að fara í mjög ítarlega kortlagningu en góðu fréttirnar er að þetta er almennt að koma vel og svona að manni sýnist mun ekki kalla á jafn mikla vinnu og við gerðum ráð fyrir. En við spurðum svo sem að leikslokum í því og þess vegna tökum við öllum ábendingum fagnandi. Stytting vinnuvikunnar er skylda hjá vaktavinnufólki. Þið verðið bara að vinna minna og þetta verður innleitt fyrir 1. maí. Þá verður breytingin. Hérna er hvort þessi rétt skil að bætingin á sumarorlofi falli niður og vetrarfríði líka og það var farið yfir það áðan. Það er breyting á vetrarfríðinu en bætingin umbreyttist í annan launaþátt sem var vaktahvatinn, hún var farið þar yfir. Hvernig virkar helgidagafríið? Er því bætt við orlofið eða maður að geta tekið út hvenær sem maður vill? Já, ég fór yfir þetta áðan. Bara, þú veist, já, það er meiri sveigjanleiki. Meginreglan á í sjálfu sér að vera að þetta verði tekið út jafn óðum, en það er auðvitað kannski ekki hægt. Og þannig að fólk má óska eftir að taka þetta í raun og veru bara þegar það vill, sko. Þú veist, bæta yfir sumarorlofið eða taka þetta út þegar það er vetrarfrí í skólum eða taka þetta bara í febrúar, þú veist, eins og verið hefur. Já, þannig að, en það er auðvitað háð samþykki. Við ætlum að safna saman öllum spurningunum af því að tíminn er eiginlega alveg hlaupinn frá okkur, þannig að ef einhver upplifir að hann hafi ekki fengið svar við sínu, þá ætti það að koma inn á síðuna okkar, inn á bsib.is og þar sem við fullum við vaktavinnuna og styttri.is, en ekki hika við að hafa samband ef að það er eitthvað sem að við viljum fá svör við. Hvað er aftur netfangið okkar, Dagný?
fyrir svona fyrirspurnir? Hvað var það? Það er svolítið almennilegt að klikka á svona aðalatriðum. Sendið þið bara á Þið ykkar getið sent bara- stéttarfélag og þau senda á okkur. Það getur verið sniðugt líka. En ég ætla að fá að taka eina hérna Já. að lokum varðandi umræðan frídag. Að hjá mörgum er það þannig að þeir eiga vaktafrí á virkum degi sem fellur á almenna frídag og þá fá þeir 8 yfirvinnutíma í bætingu í staðinn. En þetta virðist núna eiga að hverfa alveg út og ef ekkert kemur í staðinn þá myndi viðkomandi starfsmaður hafa lengri vinnuviku en hinnir. Getur það gengið? Ég skil ekki alveg okkur að nætti að hafa lengri vinnuviku. Ég held að uppleggið sé út frá sko bætingunni, en það er náttúrulega ekki frí. Það hefur er ekki greiðslan. áhrif á vinnutíman, þetta hefur náttúrulega áhrif á launin, þessar greiðslur falla niður, en þessi starfsmaður eftir sem áður, já, þótt hann sé að vinna, eða skiptir ekki máli hvort hann vinnur eða ekki vinnur, þú veist þennan skýrdag eða hvaða dagur þetta er, þá fær hann frídaginn. Já. En eigum við ekki að segja þetta gott í dag og hleypa Jú. vaktavinnufólki og öðrum áhugafólki vinnuvikunnar í vaktavinnu, kannski heim í fjölskyldubrassið eða eitthvað annað, kannski góða verið. Ég þakka bara kærlega fyrir okkur í dag. Það var ótrúlega gaman að fá allar þessar spurningar og gaman að sjá hvað margir tóku þátt. Já, ég er sammála, bara virkilega gaman og við verðum bara að reyna að halda einhverju svona samtali gangandi og þó við fyrir kannski ekki í pródúksjón á fleiri myndböndum en að við höldum einhverju á fundi, þannig að við getum átt þessi samtöl. Þið megið gjarnan kommenta það, hvort að það sé áhugi á því að við höldum svona fundum og þá værum við einmitt meira bara svona að ná þessu spjalli, samt að virtum öllum sóttvarnareglum og fjarlægðarmörkum, þannig að þetta eyðir því miður áfram þetta fyrirkomulag, að við myndum spjalla saman í gegnum netið og í gegnum chatið, en þið megið endilega kommenta það. Þannig að við þökkum bara kærlega fyrir okkur í bili.